Já, góða kvöldið. Við skulum byrjaði að líta hér á stóra Atlantshafskortið. Við sjáum þessa myndalegu hæð hér suður á landinu og hún situr sem fastast í raun en fer síðan svona smátt og smátt að teygja sig í átt að Bretlandseyjum og þaðan inn í Evrópu þegar framlíða stundir. En svo eru svo smálægðir hérna við Noregsstrendur. Þetta eru kaldar, frekar krappar smálægðir sem að gera það að verkum að það snjóar nokkuð drjúgt á vesturströndinni í Noregi. En að öðru leyti þá erum við svona í svolítið sama pakkanum og við vorum í dag. Það hlýnaði svolítið. Það má nú kalla þetta kannski spilliblota hérna frekar heldur en hláku hérna á suðvesturhorninu því hiti fór í 2-3 gráður, 4 hæst í Straumsvík. Og þetta er svona áþekkt fram eftir morgundegi en svo fer að kólna hjá okkur. Við sjáum þennan dimmbláa lit sem liggur hérna til suðausturs, niður alla Norðursjó og inn í Evrópu, þannig það er býsna kalt þar, þannig að lægðin hér vestur undan, að hún gerir ekkert annað en að halda aðeins á móti, þannig það kólnar ekki alveg suður í Miðjarðarhaf. En spáin fyrir kvöldið og nóttina og í fyrramálið að það er þessi vestlæga átt hérna, færir til okkar svona skúrum, slydduéljum, stundum koma haglél í þessu líka, sáum það hérna á höfuðborgarsvæðinu í dag. Þannig að þetta er svona áþekkt, þegar hér er komið í sögum hádegisleitið á morgun að þá er nú vindáttin orðin breytileg og smá svona lægðadrag sem er að myndast í þessu hérna. En hitinn verður svona á svipuðu nótum að var í dag. Það verður svona 0-2 stiga hiti hérna við suðvesturströndina en vægt frost í öðrum landslutum. Eins og áður segja úrkoman er svona einkum bundin í rigningu slyddu, skúralofti. Ekki mikil úrkoma í þessu en nóg samt til þess að þessu frekar þungbúið. Þegar að líður á morgundaginn, þá fer hann að halla sér meira í norðaustan. Það léttir til fyrst hérna á norðvesturhorninu og síðan meira hérna á Vesturlandi og Suðurlandi líka. En það verður viðlóðandi þessi skýjabakki hérna allra syðst og svo fara einhver smá él að gera vart við sig hérna við norðausturströndina aftur. En hins vegar á laugardag þá herðir frostið. Það er ágætlega bjart eins og við sjáum hérna á vesturhelmingnum. En það verður svona skýjaðara hérna austan til. Nema þá á Höfn þar sem þeir eru svona vindurinn blæs ofan af og meðfram Vatnajökli að það léttir þá til aftur. En allara síðst má þá búast við að hitinn verði svona frostmark. Ef úrkoma sem fellur í því, það gæti þá verið einhver smá snjóél ef að nær að koma einhver úrkoma úr því. Þróunin síðan yfir til sunnudags. Þetta er ósköp áþekkt, það myndast til hæðarhryggur yfir landinu. Þetta er hægur, svona sjáum strekkingsvind hérna úti fyrir. En þegar það kemur hérna fram á hádegi og sunnudag þá skulum við líta hér á veðri hvernig það gæti þá orðið, að það er orðið býsna bjart. Áfram, þetta er svona hæglætt sveður víðast hvar, en áfram svona þessi austanstrengur hérna allra síðst með einhverjum smá úrkomu, en þetta er minniháttar. Þannig að það lítur út fyrir bara ljómandi veður helgina en býsna kalt, þannig að þarf að klæða það af sér. Á mánudag hins vegar komið svona heldur meiri norðanstrengur í þetta. Éljagangurinn á norðaustur og austurlandi verður kannski eitthvað heldur ágengar en dagan á undan. En áfram verður bjart hérna landið suðvestanvert og það verður áfram kalt í veðri og svo er að sjá að það verði megni af næstu viku að auki. En í Evrópu á morgun, hæðarhryggurinn farin að teygja sig hérna inn yfir Evrópu, inn yfir Frakkland, éljagangurinn í norðvestanáttinni og snjókoman á strönd Noregs og svo erum við með hérna þetta lægðadrag á Eyjahafi. Þar er nú bæði gular og appsínugula viðvaranir, bæði á Balkanskaga og mið-Ítalíu. En þetta er nú engin stórviðri stósum og svo er svona ágætis úrkomubelti hérna við norðauströnd Spánar en á öðru leyti er hitastigið hérna syðst svona á bilinu 12 til 18-20 stig en mun kaldar eftir þessu norðadregur og frost má segja víðast hvar í Skandinavíu nema kannski Kaupmannahöfn. Kanari hins vegar, þeir eru í ágætismálum suðaustlæg átt, hitinn svona í kringum 20 stig og skýjað með köflum, þannig það er ljómandi dagur þar í vændum. Og þegar við förum vestur hafa þá erum við með þessa víðáttumiklu lægð hérna yfir austur Kanada og aðra lægð þá við vesturströnd Bandaríkjanna og norðvesturströndina. Þannig að við erum með býsna bjart veður þá það er þess á milli en við sjáum hvernig norðanáttin frá lægðinni og svo hæðinni hérna yfir Alberta ríki í Kanada það dregur kaldalofti hérna dálítið langt niður eftir ríkjum Bandaríkjanna. Þannig að maður þarf að fara suður í miðríkin, svona sunnanverð miðríkin til þess að komast í mildara loft. En ef við lítum síðan aðeins yfir hvernig hádegisveðrið á morgun lítur út, hæg breytileg átt, einhver úrkoma hérna, einhver þá skúri slydduél, líklega snjóél aðeins inn til landsins, þessi hlýindi ná óskaplega stutt inn á land, en vægt frost annars staðar og líklega meira og minna alveg þurrt landið austanvert.
En við skulum láta gott heita í bili, verið þið sæl.